Jæja, Arnar, þú varst óhemju afkastamikill í keppnum í fyrra. Hefur eitthvað töl á hvað tókst þátt í mörgum hlaupum? Ég reyndar ekki alveg með 100% tölun á fjölda hlaupaði því ég byrjaði svona einhvern veginn, tók í rauninni tímabili frá svona vetrinum 2016 og síðan alla leiðina yfir allt árið, þannig að þetta svona, ég veit ekki, þetta voru einhverjir 40 hlaup kannski. En ég veit allan ég setti 13 brautar með svo ég best veit, sem ég var mjög ánægður með. Var áherslan hjá þér að taka þátt í svona mörgum hlaupum? Já, í rauninni var bara áherslan í rauninni fyrst og fremst að hafa eins gaman að þessu maður getur, og mér finnst miklu skemmtilegra allir að geta farið og tekið þátt í göturhlaupi og líka tekið í rauninni æfinguna sem þú ætlaðir að taka fyrir daginn, og stundum í þessum hlaupum þá er maður kannski ekki á alveg all out efforti, en af því að það er ekki hægt að keppa svona oft án þess að bara rústa þessi líkamannum. Þannig að ég vildi bara svona reyna að hafa eins gaman að þessu get, og ég elska að mæta í þessu hlaup og keppa og hlaupa með fólki og fá hvatningu, og bara það er geggjað sko. Var eitthvað hlaup sem stóð upp úr? Það voru nefnilega það voru það mörg hlaupin að þetta var alveg, maður komið með ótrúlega mikið líka bara skemmtilegum sögum og skemmtilegum upplifunum. En hvernig hefur þið gengið að æfa í vetur? Það er búið að ganga bara í rauninni fullkomlega síðan eftir Reykjavíkurmaraþonið, þannig þá tók ég svona 2-3 vikur sem ég gerði, ég hreyfði mig, það sumir myndu halda ég hafi ekki tekið hvíldartímabil, en ég á einhverju 21 degi þá hreyfði ég mig bara 3 svar, en ég hljóp samt í 3 hlaupum. Þannig að það kannski leit út fyrir eins og maður væri ennþá að æfa fullu, en það voru bara 3 hlaup sem ég hljóp í. Og síðan bara byrjaði að byggja upp og maður núna að koma úr 3 vikna æfingabúðum í Suður-Afríku, þar sem ég hljóp að meðaltali einhverja 26 km á dag og gekk bara ótrúlega vel. Þannig að maður er bara spenntur núna að maður aðeins að vinna úr æfingabúðunum, svona næstu 1-2 viku og sér maður virkilega hvað maður stendur. Þannig að svona. Hvernig gengur þér að hlaupa í snjónum eða hálkunni? Það svo mikið, eða ertu mest á brettum? Þetta var búið að vera alveg fínt þannig sem áður en við fórum út og ég var búinn að hlaupa bara slatta úti, en síðan kemur það smá sjokk að koma heim úr 20-25 gráðum og vera hlaupandi í stuttbuxum á einhverjum afrískum sléttum og að koma í snjóin En ég reyni að skokka sem mest úti, bara svona rólega skokki að taka það úti, og síðan bara eru öll gæðin í rauninni á annarkvort á bretti eða á braut. En hver er áherslan 2018? Áherslan í rauninni bara, það maraþon, eða bara lengri hlaup, bæta mig í öllum 10 km, ég ætla að hlaupa hratt 10 km hlaup núna í byrjun mars, 4. mars í Leverkusen, og svo það vonandi heimsmeistaramót í hálfumaraþoni 24. mars, og þá langar mig líka að hlaupa hratt, og síðan svona stærsta markmið Hamborg maraþoni í lok apríl. Það sem að maður kannski setur tímamarkmið meira, maður neglir það meira niður mánuð 1,5 fyrir, en maður sér hvernig æfingarnar byrja að þróast og hvaða maður nákvæmlega hvaða markmið maður setur aðeins nær. En þið langar nálægt 2:20 er það ekki? Jú, maður náttúrulega, í haustum á maður strax komið með nokkur markmið, það svona augljós markmið að bæta sig, og ég ætla ekki að vera óánægður ef ég bæti mig, ég hef alltaf sagt bara það er bara dónaskapur ef þú bætið og ert bara eitthvað ósátt með það, og þú vilt alltaf vera ánægður með það. Síðan náttúrulega næsta sem maður lítur til, það einhverjir tímar, og það sem fyrir ofan mig núna maraþontíma toppið hann með 2:26, þannig að ég vil allavega fara undir það líka. Síðan kemur við svolítið langt bil í næsta, því að þá það bara þú með 2:19:50 eitthvað, og þannig að það verður maður þarf að velja þarna hvar maður ætlar að fara á þessu bili, hvort ég ætla bara að reyna að fara nálægt 2:20, undir 2:20, eða hvort maður ætlar að spila það eins meira safe eða svona. Ætlar kannski að taka þá annan maraþon í haust? Það eiginlega bara, það mjög líklegt, ég mun alveg pottþétt annaðhvort hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu eða þá að taka annað hlaup erlendis, eða síðan veit maður ekki, ef allt gengur upp þá getur maður verið á leiðinni í einhverja skemmtilega Evrópuborg.
Kannski loka spurning, hvað finnst þér svona standardin á bestu langhlauparanum? Erum við að dala eða hvernig svona sérðu þetta næstu árin? Nei, ég myndi nú segja að við værum með, þú veist, það er náttúrulega alltaf fleiri og fleiri hlaupið, þannig að við erum alltaf með fleiri og fleiri möguleika einhverju verði mjög góði, sko. Þannig þetta er kannski aðeins drifst núna, hérna, síðust ár að Tobbi og Kári haldið í utanvegarhlaupunum og ég eins í götuhlaupunum og Hlynur úti og síðan lenti hérna bæði Ármann og hérna Þórarin Örn sem var nú mjög sterkir að hérna lentu svona eins í meiðslum. Þannig ég, þú veist, mér finnst að við getum verið með alveg 6 gæja sem væri frá mjög flottum standard, sko. En það er svona, en það er svona bara svo erfitt að ná þessu öllu saman, allir heilir, allir eitthvað svona að pæla í því sama, sko. Við þurfum svona að dreifa svolítið, kannski. Sem sagt, framtíðin þokkalega bjart í langhlaupum. Já, ég held það. Takk.